Þetta náttúrulega kollvarpar allri tilvistinni og þó þú fáir að heyra að batalíkur séu góðar þá veistu í rauninni ekkert hvernig þú kemur út úr þessu ferli, hvernig verður þessi loka afurð sem að þú ert á hinum endanum á færibandinu eftir að fara í gegnum þetta svakalega skrítna ferli sem að krabbameinsgreining bara frá byrjun til enda. Já, ég heiti Lára Guðrún Jóhannesdóttir og 37 ára. Má segja ég sé búin að ljúka endurhæfingu eftir krabbameinsmeðferð og háskólanemi í augnablikinu. Ég sjálf missti móður mína á brjóstakrabbameini þegar hún var fertug, þannig að ég nálgast þau ár sjálf sem mjög skrítið. Svo náttúrulega vinkonur fengu krabbamein og svo ég sjálf. Ég greindist með brjóstakrabbamein þegar ég var 32 ára. Það fannst þarna lítið æxli sem var mjög djúpt, alveg við rifbein, þannig að ég hefði mögulega ekki fundið fyrir því. Það hefði haldið áfram að vaxa næstu misseri, þannig að það var það var svona draumkennd kraftaverkagreining, eiginlega, má segja. Það mjög gott að byrja á því að læra að biðja hjálp og þiggja hana. Það bara svona númer 1. Það hefur verið sem ég skil mjög vel, það hefur verið grípandi fyrirsagnir í fjölmiðlum og einhver hálfgerð afreksvæðing fólks sem að greinist með krabbamein, sem mjög gott og blessað og ég náttúrulega lít alveg ofboðslega mikið upp til fólks sem að rífa sig upp á rassárunum og hleypa maraþon nokkrum vikum eftir krabbameinsmeðferð. Það sem að mig langar líka til þess að leggja áherslu á í rauninni krafturinn í hvíldinni. Þegar fólk greinist með krabbamein, það ákveðin endastöð og oft fólk búið að vera að hlaupa á undan heilsunni svo lengi og þú ert komin í skuld. Þannig að þú þarft ekki að fara upp á esjuna daginn eftir aðgerð til þess að ná einhvers konar, ég veit ekki, næsta borði í krabbameinsferlinu. Það bara, mér finnst tilkomið mikið þegar fólk hvílir sig. Mér finnst það bara svona, já, mér finnst við mættum líta upp til þess að hvíld sé dyggð en ekki endilega að labba í gegnum lífið með blóðið á hnúana. Við erum í rauninni bara heppin að fá að halda einhvers konar stöðuleika eftir krabbameinsgreiningu og það að hvíla sig ekki leti og það er hvíldina sem töfrarnir gerast í rauninni.